Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 30. apríl er 3. sunnudagur eftir páska. Þema dagsins er ný sköpun eða vegurinn til lífsins. Lexían er helgigönguljóð, Sálmur 126. En þar segir að Guð muni snúa öllu til hins betra. Í pistlunum skrifa Páll að þetta líf sé skammvinnt og hann horfi til hins ósýnilega sem er eilíft. Og í Guðspjallinu undirbýr Jesús lærisveina sína undir að hann muni stíga upp til föðurins. En við skulum byrja þessa stund eins og ávallt á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og við skulum byrja á því að heyra Sálm 126 sem er helgigönguljóð. Þegar Drottinn sneri við hag Síonar var sem okkur dreymdi. Þá fylltist munnur okkar hlátri og tungur okkar fögnuði. Þá sögðu menn meðal þjóðanna, mikla hluti hefur Drottinn gert fyrir þá. Drottinn hefur gert mikla hluti fyrir okkur. Við vorum glaðir, snú við hag okkar, Drottinn, eins og þú fyllir þurra farvegi í Suðurlandi. Þeir sem sá með tárum munu uppskera með gleði söng. Grátandi fara menn og bera sáðkorn til sáningar, með gleði söng koma þeir aftur og bera kornbindin heim. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þemað í dag er ný sköpun, vegurinn til lífsins eða vegurinn heim. Lexían er helgigönguljóð. Síon er annað nafn á Jerúsalem. Þjóð Guðs hafði verið herleitt frá Jerúsalem til Babýlonar. Í þessari árás var meðal annars musterið sem Salómon byggði lagt í rúst. Í annarri konungabók stendur að konungur Babýloníu hafi látið flytja alla íbúa Jerúsalem í útlegð, alla höfðingja og alla þá sem máttu sín nokkurs, alls 10.000 og alla trésmiði og málmsmiði. Fátæk alþýðan var ein skilin eftir. Sömuleiðis lét hann flytja alla vopnfæra menn, 7.000 talsins og trésmiði og málsmiði 1.000 menn sem allir voru reyndir í hernaði. Alla þessa menn flutti Babýloníu konungur í útlegð til Babýlon. Konungurinn var snjall. Þarna flutti hann inn víðtæka þekkingu á ýmsum sviðum. Hann gerði fólkið ekki að þrælum, heldur fékk það vinnu og gat byrjað nýtt líf því að hann vildi að það festi rætur. Og þá erum við komin að tíma lexíunar. Fólkið hafði verið 70 ár í útlegð þegar spádómur Jeremía rættist. En Jeremía hafði skrifað: Svo segir Drottinn hersveitanna, Guð Ísraels, við alla útlagana sem ég sendi frá Jerúsalem til Babýlonar. Vinnið að hagsæld þeirrar borgar sem ég gerði ykkur útlæga til. Biðjið Drottinn fyrir henni því að hennar heill er ykkar heill. En látið ekki spámenn né spásagnamenn sem eru á meðal ykkar blekkja ykkur. Þegar 70 ár eru liðin í Babýlon mun ég vitja ykkar, þá mun ég standa við heit mitt og flytja ykkur aftur til þessa staðar, þar að segja Jerúsalem. Ég mun snúa við högum ykkar og safna ykkur saman frá öllum þeim þjóðum og stöðum sem ég hef hrakið ykkur til, segir Drottinn. Ég mun flytja ykkur aftur til þess staðar sem ég gerði ykkur útlæga frá. Og spádómur Jeremía rættist. 70 árum eftir herleiðinguna leyfði Kýrus, konungur Persa, þeim að snúa aftur heim til Jerúsalem. Já, heim. En hvað er heim?
Og hvað bíður fólks heima eftir 70 ára fjarveru? Það segir sig sjálft að meiri hluti fólksins hefur fæðst í Babylon, en það leiti ekki á Babylon sem heimili sitt. Kannski þekkti það spádóminn og beið heimfararinnar. Í sálminum má lesa gleði, von og trú á Guð, en einnig óvissu. Því að fyrsta árið yrði erfitt. Það ár þyrftu menn ef til vill að velja á milli þess að sá korninu eða fæða fjölskylduna með því. En í trausti á Drottinn að hann myndi, eins og spádómurinn sagði, snúa hag þeirra til betri vegar, því hann hafði gert mikla hluti áður, þá myndi þeir sá til að fá uppskjöru. Og textinn segir að þeir muni sá korninu grátandi, en syngja gleðisöng uppskeran borin í hús. Gleði þeirra yfir heimförni var ósvikin. Þeir voru ekki aðeins að fara heim. Jerúsalem hafði ekki aðeins verið heimili forfeðra þeirra. Hún var hinn helgaborg Guðs á jörðu og þeir voru þjóð Guðs. Í pistlinum í bréfi Páls til Korintumanna má einnig lesa tilhlökkun hans að verða kallaður heim til Guðs. Páll sannfærður að Guð muni reisa hann upp eins og hann reisti Jesú Krist upp. Þess vegna hafi hann ekkert að óttast. Þó hans ytri maður hrörni, þá styrkist hans innri maður sífellt í trúnni. Hann skrifar: þrenging mín skammvinn og léttbær og aflar mér eilífðrar dýrðar sem stórum yfirgnæfir allt. Ég horfi ekki á hið sýnilega heldur hið ósýnilega. Hið sýnilega stundlegt en hið ósýnilega eilíft. Jesús upprisinn hafði birst Páli á veginum til Damaskus og það gjörbreytti lífi hans. Eftir það hefði enginn geta mótmælt upprisu við Pál og hann var þess fullviss að Guð myndi einnig reisa hann upp. Ekkert jarðneskt gæti fengið hann til að trúa öðru, engar raunir eða þrengingar gætu snúið trú hans. En Páll rekur einmitt þrengingar sínar. Við lestur þeirra sjáum við að trúarstyrkur hans hefur yfirgnæft allan ótta dauða og styrkur hans felst í fullvissunni upprisu til eilífs lífs. Vegna þessarar fullvissu hann reiðubúinn til að lifa við harðræði og erfiðleika þann tíma sem hann eigi ólifað. Og þrátt fyrir erfiðleika, segir hann, að hann muni flytja Guði þakkargjörð. Því að erfiðleikar hans séu léttvægir samanborið við þá dýrð sem í vændum. Í Guðspjalli dagsins undirbýr Jesús lærisveinana undir brottför sína. Hann að fara heim til Guðs. En þeir skuli ekki óttast. Hann sagði: hjarta ykkar skelfist ekki, trúi á Guð og trúi á mig. Í húsi föður míns margar vistarverur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt við ykkur að ég færi burt að búa ykkur stað. Þegar ég farin burt og hef búið ykkur stað, kem ég aftur og tek ykkur til mín, svo að þið séu einnig þar sem ég Þessi texti oft lesin við útfarir. Að vísu Jesús að tala þarna við lærisveina sína, en kristnir menn hafa skilið þetta sem loforð að í húsi Guðs föður muni vera pláss fyrir alla sem á hann trúa. Enda kom Jesús til að flytja öllum heiminum fagnaðarerindið ríki Guðs. Og textin segir að í fyllingu tímans komi Jesús aftur og taki hina trúföstu til sín svo að þeir verði hjá honum. Jesús sagði: veginn þangað sem ég fer þekki þér.
Já, Jesús vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir hann. Í gegnum boðskapinn, kraftaverkin og samveruna með Jesú áttu lærisveinarnir sem trúðu á hann að geta séð föðurinn líka, því að þeir eru einn Guð. Já, Jesús vegurinn til himins. Það liggja ekki margir vegaslóðar þangað, það aðeins einn vegur. Og eins og Jesús sagði í einni dæmisögunni, þá hann dyrnar að Sauðabyrginu, dyrnar að ríki Guðs. Og Jesús ekki aðeins sá sem að kendi lærisveinum sínum sannleikan, hann sannleikurinn holdi klæddur. En Lúsífer faðir lyginnar. Jesús vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ekkert af þessu þrennu hefur milliveg. Það hinn mjói vegur til lífsins eða hinn breiði vegur til glötunar. Jesús sannleikurinn, andstæða hans lygina faðir. Jesús uppspretta lífs, en með komu syndarinnar í heiminn kom dauðinn. Í upphafi mótaði Guð manninn og blés í hann lífsanda og þeir sem trúa á hann eignast eilíft líf. Þemað í dag ný sköpun, vegurinn til lífsins eða vegurinn heim. Í upphafi skapaði Guð manninn og honum var ætlað að vera eilífð í garði Guðs. Svo á vissan hátt förum við heim eftir upprisuna. En tilvera í ríki Guðs krefst þess að við verðum endursköpuð. Það að við fáum nýjan líkama utan gömlu sálina. Sá sem trúir á Guð á ekki að þurfa að óttast dauðan sem slíkan, enda óttumst við kannski frekar aðskilnaðinn við fjölskyldu okkar. Og enginn vill kveðja þetta líf of snemma. Textar dagsins fjalla gleðina við að fara heim aftur. Fyrir þjóðina sem var í útlegð voru 70 ár langur tími, heill mannsaldur, samt sem áður höfðu þeir ekki fest rætur í Babylon og vildu fara heim. Það átak að rífa sig upp þegar það fer vel mann og það sama má segja átrúnað. Það átak að skipta skoðun, taka upp nýja siði, játa misskilning, biðja fyrirgefningu og svo framvegis. Það getur verið auðveldast og átaka minnst að vera bara áfram í sama gamla farinu. En ef við eigum framtíðarsýn, þá eru breytingar kannski auðveldari. Í pistli síðasta sunnudag skrifaði Páll: ef von okkar nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðust allra manna. Páll ekki að segja að þetta líf sé ekki mikilvægt, því að vissulega það dýrmætt. En á meðan við erum ung finnst okkur við hafa nægan tíma. Og eftir því sem við eldumst sjáum við betur og betur hvað lífið brothætt og hvað það geysist áfram. 70 ár eða heill mannsaldur sem augnablik af eilífðinni. Páll minnir á að það nauðsynlegt að hafa framtíðarsýn sem nær fram yfir þetta líf. Hann skrifar: ef einhver í Kristi, hann orðinn nýr maður. Hið liðna varð að engu og nýtt orðið til. Ný sköpun. Og á vegferð lífsins gott að hafa Guð sem ferðafélaga, gefa sér tíma til að kynnast honum og ganga með syninum sem vísar okkur veginn, lýsir upp leiðina og opnar dyrnar að ríki Guðs. Við þurfum bara rétt út höndina og Guð mun leiða okkur styðja og styrkja. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu auglið yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.